Við ætlum einmitt að byrja á þessu og hún sest hjá mér Anna Sigrún Baldursdóttir, aðstoðarmaður forstjóri Landspítalans, velkomin. Takk. Fyrsta spurningi bara, hvers vegna gerist svona? Þetta gerist vegna þess að við erum þeirri stöðu á spítalanum að annars vegar er fjöldi einstaklingar sem hefur gilt færni og heilsumat svo kallað hjá okkur sem þýðir að það eru einstaklingar sem eru tilbúin til útskriftar frá okkur en komast ekki í viðunandi úrræði sem eru þá venjulega hjúkrunarheimili. Þetta er stór ástæðan, það eru 130 slíkir einstaklingar hjá okkur núna. Sem komast ekki inn á hjúkrunarheimili? Já. Og eru þá bara taka þá og þá eru rýmin ekki nýtt í annað á meðan. Það ekki aðri sjúklingar geta þá ekki legið þeim rýmum á meðan og það eru þá okkar bráðasjúklingar sem að finna fyrir því. Hin ástæðan fyrir því að þetta svona er svo að það er mikill skortur á hjúkrunarfræðingum sem að þýtt hefur að við höfum þurft að loka rúmum á spítalanum og það gerist þessa stöðu ennþá snúnari. Já, hafið þið þurft að loka mörgum undanfarið? Já, það eru svona það bil núna, ætlaðis ekki þá það bil síðasta ári, þá hefur við þurft að loka 42 rúmum og það eru það bil 2-3 hefðbundna deildir. Já, en þessi gamla kona þarna, hún gistir þarna inn á klósetti, gerist þetta oft? Þarf oft að hafa sjúklinga þarna inni? Blessunarlega þá það nú þannig að það gerist kannski ekki oft, en það gerist of oft þegar það gerist einu sinni. Það þannig að þetta nokkuð sem við reynum með þetta að komast hjá í lengsta veru og neyðarúrræði sem við grípum til bara í undantekningartilvikum þegar ástandi hjá okkur þannig að við ráðum ekki við með öðrum hætti. Þá þetta eina af þeim leiðum sem við förum. Það sem er sérstakt við þessa deild sem partnumræðir að við getum ekki lagt þar á ganginn sjálfan eins og við gerum við annar staðar. Það ekki hægt að leggja sjúklinga þar og þá hefur verið gripið til þessar ás í einhverjum tilvikum, já, því miður. Og það afskaplega sárt og sérstaklega fyrir sjúklingin sjálfan og aðstandendur hans, en ekki síður fyrir fagfólkið sem þarna starfar og er sérhæft í að veita bráðaþjónustu þessum öldruðu einstaklingum og þetta ekki aðstæða sem það vill bjóða sínum skjólstæðingum upp á og það vill ekkert okkar. Þetta staðan og við reynum að láta þetta vera í sem styðstan tíma fyrir hvert sjúkling, en því miður þetta gerist. En að þessu er þetta einstakt tilfelli að einhver þarf að vera þarna inn á klósettinu á þessari deild? Nei, það það nú ekki, því miður. Það gerist oftar? Það gerist oftar, já, og því miður. Það eitthvað sem við viljum ekki, en þetta staðan og áríðandi að ég tjá mig ekki einstakra sjúklinga, en það eru fleiri sjúklingar sem hafa þurft að gista við þessar aðstæður hjá okkur. Þú talar að á þessari deild þá ekki hægt að nota gangana. Er það bara orðið normið að nota gangana? Já. Er það bara viðvarandi staða? Já, það það. Þetta þannig hjá okkur að við erum með skilgreind rými per deildir og skilgreiningin snýr að því hvað við getum mannað. Og þá það svona hefðbundið að við mönnum segjum kannski með eina deild sem 18 rúm og það þá gerum við ráð fyrir mönnun fyrir 18 sjúklinga þar. En öllu jafna eru kannski 20 til 22. Já. Það þýðir ekkert endilega þessar inn á gangi því mögulega getur verið að rúmum séu lokað og það séu stofur. Og það stundum þannig, en ekki alltaf. Stundum það bara gangurinn. Þarna tala líka í þessari færslu að þjónustustigið. Já. Það ekki verið að agnúast út í starfsfólkið þannig séð, gott starfsfólk og allt það. En samt þjónustustigið lágt. Þarna til dæmis skólast til á milli vakta, til dæmis að gamla konan með sykursýki og hvaða lyf hún þarf að fá og hún lýsir því að aðstandendur hafi sjálfur þurft einhvern veginn að vakta það hún tæki lyfin sín og væri svona nokkurn veginn kannski bara vissum hún hefði ekkert haft það af nema þau hefði verið þarna. Hvað viltu segja við þessu? Ég geti ekkert sagt þetta mál. Nei. Og myndi þá frekar fara yfir það með fólkinu sjálfu og alls ekki opinberlega. En þegar kemur á því að fólk að upplifa veikan einstaklings sinna ættingja við þessar aðstæður sem á bráðamóttökunni þar sem þessu lýst, að þá held ég að það upplifun getur verið svona. Það þarf ekki endilega verið að sé akkurat svona, þannig að ég sé efast að þetta verið þannig hjá þeim. En þetta er mjög upptekið umhverfi. Það er ofboðslega mikið að gerast og eins og í þessum stóru stofum sem að sjúklingarnir eru hjá okkur þar, þá mikið að vera og ég get ímyndað mér að fólk upplifi það sem
mikið kaos en í raun þarna skipulagt kaos. Já, það upplifir sig ekki nógu örugt. Það auðvitað þannig sem það virðist vera. Eru það ekki vondufréttirnar? Það auðvitað, við höfum áhyggjur af því. Þetta snýr að því meðal annars að sérstaklega því að sjúklingar eru of lengi á bráðamóttöku. Á hefðbundinni bráðamóttöku, eða þau markmið sem við höfum, að þegar við erum búin að ákveða að sjúklingur þurfi innlögn hjá okkur, sem sagt kemur á bráðamóttökuna, ljóst að hann viðkomandi getur ekki farið heim vegna þess að við þurfum að gera eitthvað meira fyrir hann, þá flyst hann á viðeigandi deild, þar að segja þessum sú sérþekking sem hann þarf á að halda Þessi tími frá því að svo ákvörðun er komin, þar að segja að þú átt að fara á deild, þú átt að fara á lúnadeild eða hvað það hann á að vera undir 6 tímum. Er hann það? Nei, hann að meðaltali 23. Það þýðir auðvitað að það eru mjög margir sjúklingar á deildinni og það þýðir að ég var nú reyndar að koma með þetta á spítalanum bara núna áðan og þá voru 18 sjúklingar umfram skilgreindu rýmin á bráðamóttökunni sem eru 35. Þannig þið sjá það er mikill hraði og mikið magna fólki sem fer þarna í gegn. Þannig auðvitað upplifir fólk sig óöruggt. Það skilur það en markmiður auðvitað allir skynji það að við erum að veita góða þjónustu og allt sem við sjáum í okkar tölum og því sem við erum að glíma við bendir nú til þess að í öllu falli þá gangi það nú í það heila vel en auðvitað getur fólk upplifað sig óöruggt. Já, en þið eruð ekkert að ná þá því marki þarna innan 6 klukkustunda? Nei. Þið eru bara langt frá því? Langt frá því. Hvernig viltu lýsa þá því? Af hverju það Ástandi, það sama ástæðan lýsta á það. Þetta þannig að við erum með tiltekinn fjölda af bráðarýmum fyrir þá sjúklingar sem þurfa að koma til okkar, hvort sem það vegna öndunarfærasjúkdóma, hjartasjúkdóma eða hvað það einhverjir svona bráði sjúkdóma sem þarfnast innlagnar, annaðhvort á lyflækningasviðinu eða skurðsviðinu eða kvennasviðinu eða hvað það Það tiltekinn fjölda af rýmum sem við höfum. Þau eru rétt rúmlega 400 sem við notum í þessum tilgangi. Þegar það flýtur ekki, rúllar ekki í gegnum þau eins og vera ber, þar að segja að þeir sem eru í rýminu og þurfa að fara annað, eða sem eru tilbúnir til útskriftar, komast ekki þaðan, þá verður fólk eftir á bráðamóttökunni. Þetta hangir allt saman í svona orsakakeðju. Já. Þú ert að tala hinn svo kallaða fræga fráflæðisvanda. Já, þetta að fólk kemst ekki, geti ekki losa rúmin, það flæðir ekki frá vegna þess að hjúkrunarrýmin ekki til. Já, það nákvæmlega þannig að þú bara horfir á feril hefðbundins sjúklings, hann kemur á bráðamóttökuna til okkar, hann greinist með lúnabólgu, segjum það, ljóst það dýr ekki gefa honum sýklalyf og senda hann heim, hann bara kannski að því sérlega þegar við erum að tala gamalt fólk eða eldra fólk, þá þetta yfirleitt miklu fleiri sjúkdómar og það kemur meira í ljós og við þurfum að greinilega einhver mikil uppvisla framundan. Hann kemur þá til okkar og er hjá okkur á bráðamóttökunum til að byrja með. Við reynum að finna honum pláss á fyrsta bráðalegudeild og síðan mögulega á lúnadeild í framhaldi af því. En það sem gerist að hann mjög líklegt að hann stoppi lengur hjá okkur á bráðamóttökunni vegna þess að fyrir á fleti á lúnadeildinni þangað sem hann að fara einhver sem kannski búinn með sína meðferð á lúnadeildinni og á spítalanum almennt fyrir 2-3 mánuðum og þyrfti að fara á hjúkrunarrýmin, hann kemst ekki þangað. Hann bara býr þarna, hann býr á Landspítalanum. Hann því miður hann fastur hjá okkur og við reynum að veita fólki þjónustu sem býður eftir slíku rými. En þarna því að þetta dæmi kemur þarna fram og kannski varpar ljósi á brotalaminnar á það sem er að. Og hún nefnir líka þarna að þau biðu í 16 klukkutíma eftir að tala við lækni. Hvernig getur það gerst? Ég átta mig ekki á því og getur þetta ekki tjáð mig það, en ef svo er það mjög alvarlegt en ég get eiginlega ekkert sagt það. Þegar svona kemur upp, kallið það fólk til ykkar eða hefur þessi fjölskylda haft samband við ykkur? Ég gerir sjúklingurinn ennþá í virkri meðferð hjá okkur, þannig að við erum ennþá í samtali við þau, þannig að ef það er eitthvað frekar þá almennt varðandi sjúklingar sem eiga að hafa eitthvað meðferð eða eitthvað hjá okkur aðtúa þá yfirleitt gerist það nú svona þegar meðferðin er lokið, fólk er nú bara svona klára sína meðferð og svo bara tökum við það upp eða viðkomandi ef hann gerir sum. Það er misjátt. Já. Hvernig að þegar upplýsingarnar berast svona út í samfélagið, finnst ykkur það óæskilegt? Eða er þetta gagnlegt fyrir ykkur? Mér finnst bara mikilvægt að leggja áherslu á það að jafnvel þó að við séum þessari stöðu núna að þá ekki þar með sagt hún verði þannig endalaust.
fólk ábyggilega margoft búið að heyra einmitt frjáflæðisvandann og þann vanda sem við glímum vegna mönnunar sko, og svo framvegis. Þetta ekki bara tölur og blaði, áhrifin eru á einstaklinga, meðal annars með þessum hætti sem við höfum séð, bæði í þessu tilviki og fleirum, sem kannski rætt ekkert endilega í fjölmiðla. En þannig að við vitum þetta, við komum því á framfæri, það gott samtal við ráðuneytið það og skilningur á þeirri stöðu sem uppi en það umtalsverð uppbygging hjúkrunarrýma framundan á næsta ári, það vissulega ekki fyrir á næsta ári. En það þá miskunnst það því að við höfum glatað svolítið tíma í uppbyggingu hjúkrunarrýma á Íslandi. Já, því þetta helst allt í hendur, þetta hefur náttúrulega bara áhrif á hvort annað, en hvernig... Þau þarf að manna líka. Þau þarf að manna líka, það rétt. En þegar svona Facebook status kemur og færsla og hún fer út alla miðla, hefur þetta einhver sérstök áhrif á starfsfólkið? Já, það gerir það nú, sko. Fólk vill veita góða þjónustu. Það ekki búið að mennta sig til sinna starfa eða vinna í 10 ára við öldrunarhjúkrun eða bráðöldrunarhjúkrun eða hvað það til þess að veita lélega þjónustu. Það aldeilis ekki og það finnst auðvitað leiðilegt að fólk upplifi þjónustun okkar lélega. Og auðvitað held ég að í þessu tilviki ekki í þessu tilviki en almennt þá það þannig að við veitum góða fagþjónustu en stundum umhverfið afleitt. Já. Og það hefur áhrif á þjónustuna og sérstaklega þjónustu upplifunina. Já, en það allir með sorg í hjarta við því að geta ekki veitt sínu sjúklingi viðunandi þjónustu eða ættingjum hans. Það bara maður fer ekki í þessu fög á þess að við hafa það markmiði að það sá sem kemur til þín líði eins vel og hægt og hann fari glaður og hraustur frá þér. Já. Það akkurat það en kannski varðandi annað sko þetta náttúrulega var mjög sláandi, það var mynd af gömlu konunni þarna inn á klósettinu og allt það. Þetta eitthvað sem að þið viljið ekki sjá? Sko, það fréttist af því að þið vildi ekki láta taka myndir þarna inni og eitthvað svoleiðis? Myndatökur inn á spítalanum óheimilar. Það bara þannig? Það bara þannig. Það snýr að persónuvernd sjúklinga og það skiptir ekki máli hver sjúklingurinn Það óheimilar myndatökur hjá okkur. Þannig það bara. En ef ég ligg í sjúkrarúmi og systir mín vil taka mynd af mér í sjúkrarúminu, má það ekki? Nei, það bannað að taka myndir. Það bara bannað? Já. Það bara computer says no? Það algjörlega þannig að þetta persónuverndarsjónarmið og við erum mjög ákveðin í þessu að við höfum nokkrum sinnum lent í málum út af þessu, þannig að við erum nokkuð först fyrir þegar þessu kemur. Við erum ekki að fara að gera einhverja meiriháttar athugasemdir við þetta en við bendum á það að myndatökur á spítalanum eru óheimilar. Það þannig. Já. Og þó að sjúklingurinn vil láta taka mynd af sér og hvað sem Það hefur ekkert með það hlutin að gera. Það bannað að taka myndir á spítalanum. Anna Sigrún Baldursdóttir, aðstoðarmaður forstjóra Landspítalans, takk fyrir að koma hingað með stundum fyrir ára. Ekki máli. Og höldum áfram eftir smá stund. Ragnar Árnason sest niður hjá Birni Jóni Bragasyni. Hann ætlar að tala Samherjamálið.